Bara eftir hvern fyrirlestur held ég að við bjóðum upp á nokkra spurningar af hverjum og einum og svo í lokin kannski smá umræður ef að tími til. Það boðið hérna upp á gúllasúpu, matur og héraði heitir það, og brauð og það svona, nú þetta stjórnháttaatriði hvernig við gerum þetta. Ég að velta því fyrir mér að við byrjum kannski á svona 2 fyrirlestrum og svo fáum okkur súpu til að ergja aðeins upp í ykkur hungrið. En orkuvinnsla í Þingeyjarsýslum á sér talsverða sögu á landsvísu, Íslands sögu viðmiði. Hér búið að vera orkuvinnsla og orkutilraunir alllengi, allt frá seinni heimsstyrjöld. Upp úr seinni heimsstyrjöld þá byrjaði það nú þannig að Raforkumálaskrifstofan gerði Baldur Líndal út til að skoða orkulindir Þingeyinga og hvort það var hægt að gera eitthvað úr þeim og þá var verið einblín á brennistein. Það endaði með því að úr varð kísiliðan sem sennilega mest spennandi nýsköpunarverkefni fyrr og síðar og svo búið að virkja og gera ýmislegt og okkur sem hér finnst nú alltaf frekar lítið á þessu verða eftir hérna heima fyrir þannig að við viljum fá umræðu þetta. Þannig við ætlum að leggja á staðið þessa vegferð og þeir sem ætla að tala hér í dag eru ýmsir mektar menn og konur og sjá fyrstur Bjarni Pálsson frá Landsvirkjun. Hann ætlar að tala hann forstöðumaður þróunar jarðvarma hjá Landsvirkjun og ætlar að tala þróun jarðvarmakosta Landsvirkjunar á Norðurlandi. Og Bjarni, gjörðu svo vel. Já, heyrist. Nei, ég veit að Örlygur vantarlega að reyna að taka þetta upp og þú streyma þess út. Nei, komið sæl öll sem öll og óskaplega gaman að koma til ykkar og fá að vera með þessa kynningu. Búin að vera viðlátandi orkumálin ekki alveg kannski jafn lengi og Baldur Líndal en það fer nú að nálgast 25 ár held ég síðan ég kom hérna fyrst á svæðið. Ég heiti sem sagt Bjarni Pálsson og núna forstöðumaður þróunar jarðvarma hjá Landsvirkjun í svona skipuriti sem við erum nú nýbúin að breyta eins til en það við erum á því sviði sem heitir jarðvarmi og vindorka og það svið sem bæði rekur aflstöðnar hérna á Norðausturlandi og undirbýr nýja virkjunarkosti fyrir framhaldið og Unnu María sem kemur á eftir mér frá sama sviði. Nú ætlum bara að fara rétt yfir þessa kosti en fyrst bara rétt til að rifja upp Landsvirkjun. Landsvirkjun eins og við þekki náttúrulega er fyrirtækið okkar allra, fyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og við lítum sem svo á að við veiga mikið hluti af íslensku samfélagi. Uppsett afl fyrirtækisins samtals rúmlega 2000 megawatt, vinnslugetan samkvæmt því sem hér segir 14.500 gigawattstundir en það auðvitað mjög breytilegt frá einu ári til annars og ég held að sveiflur frá mjög þurrum vatnsárum og yfir í mjög blaut 2000 gigawattstundir. Þannig að þetta svona þessi meðal vinnslugeta hjá okkur og við erum kannski upplifa núna ár þar sem að vinnslugjetan heldur minna en hér segir. Nú við rekum fyrst 15 vatnsaflsstöðvar, vatnsafl ennþá svona grunnurinn í okkar orkuvinnslukerfi en við rekum líka 3 jarðvarmastöðvar, allar hérna í Þingeyjarsýslu og auki 2 vindmyllur sem svona upphæfð okkar að nýrri vegferð. Nú við erum með 7 starfsstöðvar, 285 starfsmenn held ég að verið svona í byrjun mánaðarins allavega. Svona megin starfsemin má skipta upp í sölu, þjónustu og svo rekstur aflstöðva. Samfélag og umhverfi sem eitthvað sem við erum að leggja stöðugt reyna að leggja meiri áherslu á. Nýsköpun og viðskiptaþróun líka mjög vaxandi starfsemi hjá okkur
og þá erum við að horfa frá því að vera ekki bara með 3 eða 4 viðskiptavini eins og við höfum verið með lengst af, heldur en að fjölga smærri viðskiptavinum líka í fjölbreyttari iðnaði til þess að auka einmitt fjölbreytnina í því atvinnulífi sem við erum að styðja við og eins til að, má segja, draga eins úr áhættunni hjá okkur. Nú síðan það þróun vatnsorku, þróun jarðvarma sem ég er að fjalla núna og svo þróun vindorkunar sem önnur kynni fyrir okkur eftir. Og þá að verkefnunum, og þau jarðvarma verkefni sem við höfum verið að horfa til undanfarin eru einkum 4 og þau sem eru listuð hérna upp og eru eins og eru flokkuð í rammaáætlun sem var kölluð rammaáætlun 2, var afgreitt á Alþingi í janúar 2013 og eru sú rammaáætlun sem enn í gildi. Þar er fyrst að telja Þeistareykji. Þar vorum við inni með kosti bæði á svokölluðu austursvæði og vestursvæði, samtals 270 megawatt og bæði þessi verkefni voru flokkuð í nýtingaflokki. Við erum byrjuð á nýtingu þar, eins og þið þekkið, með 90 megawatt afstöð sem staðsett á svokölluðu austursvæði Þeistareykja. Nú síðan vorum við með Bjarnarflagsvirkjun í nýtingaflokki og stækkun Kröfluvirkjunar einnig. Hér er gert ráð fyrir alltaf 150 megawatt virkjun sem nú kannski óhætt að viðurkenna svona heldur í bjartsýnni kantinum. Byggir svolítið á því að það náist tök á að nýta þennan ofurheita vökva sem er djúpt í kerfinu og næst kvikukerfinu en hefur verið svona talsvert krefjandi að reyna að nýta. Þannig að þetta svona kannski langtíma þróun. Og svo bætti ég við Hágönguvirkjun sem virkjunarkostur hérna rétt vestan við Vatnajökul og svona aðeins með fölari letri, svona að vilja, í biðflokki og svona svolítið kannski háð samkomulagi hjá þjóðinni nýtingu á miðhálendi Íslands. En það nú svo að þó svo að rammaáætlun 2 hafi verið afgreitt þarna fyrir nærri áratug síðan, þá er rammaáætlun 3 núna til umfjöllunar á Alþingi. Það Þeistareykir dottnir út vegna þess að við erum þegar byrjuð að nýta það. Við höfum lagt fram nýja útfærslu af Bjarnarflagsvirkjun sem heldur minni, 50 megawatt. Við erum enn með stækkun Kröfluvirkjunar inni, en það má kannski segja að áður en við til hennar kæmi þá mjög líklegt að við færum í endurnýjun á núverandi stöð, eldri stöðinni, að nútímavæða hana og svo þarna Hágöngur ennþá inn í biðflokki. En aðal áherslan hjá okkur núna er á Þeistareykji og það okkar nýjasta afstöð og það líka okkar forgangsröðun að næstu skref okkar í jarðvarmanum verði þar. Mér langar að rifja upp því þekki nú eflaust mörg forsöguna þar að 1999 stofnaður félagið Þeistareykir ehf. Af heimamönnum hér á Norðurlandi, bæði hér á Húsavík og Akureyri og í sveitafélagunum hérna í Þingeyjarsýslu. Þessu stofnskjali sem ég sýni hér. 2005 komum við hjá Landsvirkjun inn í þetta, kaupum 30% hlut og fjármögnum rannsóknirna næstu árin og eignumst þá stærri hlut eftir því sem ágekk. 2010 eru stór tímamörk þegar við ljúkum umhverfismati og líka sameiginlegu umhverfismati með Landsneti og álveri hér á Húsavík fyrir 200 megawatt virkjun. 2011 gerði þessi rammasamningur Þeistareykji ehf. Í Þingeyjarsveit sem formar endanlega lóðir og annað sem þurfti til að nýta virkjunina og þessi 2 plögg eru þau grundvallarplögg sem að þetta samstarf okkar byggist á. Og síðan 2012 þá eignast Landsvirkjun félagið loks að fullu, 2013 eru fyrirtækin sameinuð við sérstökum lögum, rammaáætlun eins og við töluðum áður. Við hefjum undirbúningsframkvæmdir 2014 og hefjum fulla framkvæmdir 2015. 2017 er fyrri vélin gangsett og 2018 er vél 2 gangsett og þetta í samræmi við þá áform okkar að byggja jarðvarmasvæðin upp í varfærnum skrefum þar sem við reynum að læra af fyrri áfengum áður en tökum ákvörðun framhaldið. Þarna vorum við búin að stunda rannsóknir talsvert lengi, aflmælt holur vel, þannig við töldum óhætt að fara í þessa áfanga svona þétt. En nú hefur við nýtt 3-4 ár til þess að læra vel inn á svæðið, læra á svona kosti og annað sem við þurfum að betrumbæta. Þannig að við erum núna tilbúin 2022 að hefja undirbúning, svokallaða verkhönnun
fyrir henni næsta áfanga þessara virkjunar. Þannig að við erum rauninni með þeistareykjastöðinni í gangi núna 90 megawatt, við höfum unnið um 740 gigawattstundir á ári. Næstu skrefin eru nú reyndar fyrst að betrumbæta reksturinn enn meira og eitt af því fyrsta sem við erum að horfa til núna er að fanga jarðhitagösin sem koma frá stöðinni, einkum koldíoxíð og brennisteysvetni og skila því aftur ofan í jarðhitageyminn það sem að kom og loka þannig hringrásina hvað varðar þessi gös og auk þess sem við sendum skiljuvatn og þéttivatn líka niður. Í framhaldinu erum við eins og ég nefndi að hefja undirbúning að stækkun þar sem er þriðju vélinni og það gæti verið svona einhver tíman á árunum 2027 eða þar á eftir sem að slíkt gæti verið komið í rekstur. Nú samhliða erum við líka að horfa til hvernig við gætum enn auki nýtinguna með þeirri gufu sem við erum nú að fá upp úr. Við höfum lært að með því að reka nokkrar hólur á svæðinu og hærri toppþrýsting heldur en að gufveitu þrýstingurinn er að þá náum við betri tökum á efnafræðinni á vökvanum í borholunum en það gefur okkur aftur færi á að reyna að virkja þetta þrýstifall úr þessum háþrýstu hólum og niður á gufveitu þrýstingin með svokölluðum toppþrýstingsvirkjunum. Þannig að þetta er nú svona staðan og það sem er framundan hvað varðar jarðhitanýtinguna á svæðinu. Þannig að þetta er nú svona loka glæring hjá mér. Takk fyrir. Já, takk fyrir Bjarni. Vill einhver spyrja Bjarni eitthvað? Var eitthvað óskýrt hjá honum? Já, gjörðu svo vel. Ein spurning í sambandi við... Kannski segja bara hvað þú heitir. Já, afsakið, Ásbjörn heiti ég, Kristinsson. Í sambandi við þarna, þú nefndir aðeins þarna superkritikal orku í þetta vinnslu á því. Vitið þið hvar hún er möguleg eða? Sko, hún nefndir reyndar superkritikal og þú ferður út í eðlisfræðina að þá það er þessi ofurheita við tölum í Kröfli. Við vorum að leita að superkritikal sem því er hár þrýstingur og hár hiti. Við allavega fengjum nógu háan hita á Kröflusvæðinu og erum í rauninni áfram að rannsaka það bara í alþjóðlegu samstarfi og erum í rauninni samstarfi sem heitir Krafla Magma Testbed og erum að reyna að fjármagna það með innlendu og erlendu rannsóknarfé, frekar en að fyrirtæki sé að kosta það sjálf. Þannig að þetta er rauninni framhald af þessu djúpborunarverkefni sem var hér í gangi fyrir áratug. Það er enn í gangi, má segja. Reynslan okkar þeistareykjum hefur líka sýnt okkur að það er mjög heitur vökvinn þar niðri og ég held að í framhaldinu getur verið mjög áhugavert að prófa að bora dýpra á þessu svæði líka. Þetta eru svona 2 heitustu svæðin sem við erum með hérna á norður. Önnur spurning? Já, príðis gott, takk fyrir. Þá ætlum við að fræðast allar að taka þetta. Já, það er önnur. Koma. Ekki að taka þetta úr saman tíður. Anna María ætlar að fræða okkur þá vindinn. Gjörðu svo vel. Unnur bara. Unnur fyrir ekki. Ég sé svilla. Hvar er þetta? Svona. Þarna. Já, góðan daginn og gaman að fá að vera með ykkur í dag. Ég heiti Unnur María Þorvaldsdóttir og er forstöðumaður þróunar vindorku hjá Landsvirkjun og mig langaði svo aðeins að fá að tala um vindinn hérna í dag og hvernig við beislum vindinn. Og Bjarni fór aðeins yfir það hvað við gerum hjá Landsvirkjun og ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur hvað við erum að sýsla með í þróun vindorku þessa stundina. En að beisla vindinn hérna hjá Landsvirkjun þá erum við að tala um vindorku núna í dag sem þriðju stoðina í okkar vinnslukerfi. Við erum í dag að vinna 94% af okkar orku með vatnsorku og restin kemur sem sagt úr jarðgufu og það sem við erum að skoða það er að bæta í og þá tölum við vindinn sem þriðju stoðina. Og það sem við höfum séð í kringum okkur og við höfum séð
líka hérna á Íslandi og við höfum heyrt í umræðunni að við erum að hugsa um orkuskipt og annað og þá sem sagt verður eftirspurnin meira eftir endurnýjanlegum orkugjöfum og vindurinn kemur sterkur þar inn. Og eins og við vitum þá blæs mikið á Íslandi en vindurinn líka þannig að þetta svolítið hverful auðlind og í dag logn en það getur blásið mikið á morgun og það eðli vindsins og það eitthvað sem við verðum að vinna með. Og við getum gert það og sérstaklega hérna á Íslandi að vindorkan vinnur mjög vel með vatnsafli og það hefur við séð á okkar við erum með tvær rannsóknarvindmyllur í rekstri á Þjórsárversvæðinu og við höfum séð að þetta spila mjög vel saman. En hægra megin á myndinni, þar sjáum við einmitt svona típiska vindmyllu sem við höfum verið að skoða hjá Landsvirkjun sem það bil 150 metrar á hæð og maður hugsa, býtu af hverju 150 metrar? Í dag það allt upp í 300 metrar en það líka vegna þess að það ákveðin sjónræn áhrif frá vindmyllum og að fara ekki alveg jafn hátt. Það dregur úr þeim, auk þess sem þær trufla minna flugumferð og annað. En það sem líka gott við ef maður hugsar út frá umhverfinu, gott við vindmyllur að varanleg umhverfisáhrif yfirleitt lítil. Það hægt að taka þær niður og yfirleitt fer allt lífríki í kring, nær sér á strik fljótlega. En vindmyllurnar á hafinu, við höfum verið að reka rannsóknarvindmyllu á hafinu sem fyrir ofan Búrfellsstöð á Þjórsárversvæði síðan 2012 og þessar vindmyllur, þær eru hvoru sig 900 kilowatt og þær orkuvinnslan frá þeim um 5,4 gígastundir á ári sem í raun og veru að maður setur þetta í samhengi myndi nýtast 1200 heimilum til að sjá þeim fyrir raforku sem þó nokkuð þó að þeir séu svona litlar. Og þarna á þessu svæði, þetta rosalega hentugt svæði því að það liggja náttúruleg vindgöng í gegnum svæði svo að vindgæfni þarna afskaplega góð og við höfum verið að sjá svona meðalnýtni þarna 42,5% sem mjög hátt og ef maður hugsar meðaltöl frá Evrópu þá erum við kannski að sjá 25% svo nýtni þarna afskaplega góð eins og hún reyndar á mörgum stöðum á Íslandi. Og vindmyllunar, reksturinn hefur gengið bara afskaplega vel og þær hafa reynst vel við íslenskar aðstæður því að það má ekki gleyma því að það getur blásið mjög mikið hérna á Íslandi og það líka við getum átt við ísingarvandamál og annað stríða sem við sjáum bara í öllum okkar aflstöðum. Og hérna sjáum við hvernig þetta spilar saman við vatnið og þetta mynd frá Þjórsárversvæði þar sem við sjáum innrennsli og innrennsli yfirleitt lítið á veturna en meira yfir sumartíman en það passar afskaplega vel við vindina því að það blæs yfirleitt mikið á veturna og meira heldur en á sumrin svo þetta spilar mjög vel saman og í raun og veru erum við þá að hámarka kannski báða orkukostina. En hvernig staðan í dag? Bjarni fór aðeins kom inn á rammaáætlun. Við höfum við byrjuðum að setja óska eftir að vindorkuverkefnin okkar væru skoðuð í rammaáætlun 3 og við vorum með 2 verkefni þar sem fengu umfjöllun hjá verkefnastjórn rammaáætlunar sem núna verið að fjalla á Alþingi en það annars vegar Blöndulundur fyrir norðan og síðan Búrfellslundur fyrir sunnan og það var Blöndulundur sem fekk jákvæða umsögn frá verkefnastjórn rammaáætlunar 3 og við sjáum síðan hvað gerist. En í rammaáætlun 4 þá fóru hlutina að gerast. Þið sjá að það eru mun fleiri punktar á þessari mynd. Það voru 34 verkefni sem óskuðu eftir að fá umfjöllun í rammaáætlun og það voru 5 af þessum verkefnum sem voru tekin til umfjöllunar og það kom út skýrsla í apríl í fyrra og af þessum 5 verkefnum sem voru tekin til umfjöllunar þá voru 3 sem lentu í nýtingaflokki og 2 í biðflokki og ef við skoðum aðeins hvernig þessum verkefnum
hvernig þeim hefur gengið eftir þetta. Þau hafa verið lögð fram við hlutaðeigandi sveitastjórnir en í raun og veru ekkert af þessum verkefnum hefur ennþá fengið framgang þar sem þeim hefur annarkvort verið hafnað eða hafa verið sett í bið. En hvernig er staðan hjá okkur hjá Landsvirkjun? Það er í raun og veru þannig að við höfum nálgast okkar verkefni þannig að við höfum skoðað verkefni og þróunarverki í kringum okkar núverandi vinnslusvæði. Þar erum við með góða innviði, við höfum þegar byggt upp, við erum með mannauðinn til staðar, við kunnum á aðstæður og við erum með í raun og veru, við erum vön að reka aflstöðvar á þessum svæðum. Og þess vegna höfum við verið með núna til skoðunar Búrfellslund sem er í raun og veru komin mun lengra í þróun heldur en Blöndulundur. Við, ef leyfi fást, þá væri gaman að sjá Búrfellslund byggjast upp en við höfum lokið umhverfismati þar sem fór fyrir 3. áfanga og svo framvegis. En í Blöndu þar erum við höfum við verið að rannsaka vindgefni og við erum að stíga fyrstu skref í fuglarannsóknum og öðru á þessu svæði og bæði þessi svæði eru mjög spennandi. En það sem við kannski skilurðu að akkurat núna eins og staðan er í dag, þá eru betri tengingar frá Þjórsárversvæðinu heldur en fyrir norðan en við fáum vonandi að heyra meir þá eftir að því að Blöndulína 3 geti hjálpað þessum verkefnum mikið fyrir norðan og þar sem við myndum jafnframt auka raforku öryggi á Norðurlandi og allt til Austurlands ef maður hugsar Ísland sem eitt svæði. En hérna sjáum við mynd. Þessi auglýsing birtist fyrir 80 árum þar sem Raftækjaverksmiðjan í Hafnarfirði var að auglýsa að við ættum að spara kolin og hita með rafmagni. Fyrir rúm á 80 árum var Ljósafosssstöð tekin í rekstur og nokkru síðar Laxá 1 og þarna í raun og veru hefst ég myndi segja fyrsti áfangi orkuskipta á Íslandi. Við höfum ekkert búin. Og það er svolítið gaman að þessu og fyrir þá sem hafa ekki kynnt sér hvernig er staða mála í dag þá var gefin út græn bók í mars þar sem gefur að líta mjög gott yfirlit yfir stöðu mála í orkumálum í dag og hvaða áform stjórnvöld hafa og hvaða markmið þau hafa sett sér varðandi loftslagsmál á Íslandi. Og í þessari skýrslu þar kemur fram að það eru mjög skýr markmið og það verður í raun og veru ekki farið í orkuskipti nema að við framkvæmum meira. Og ef við tökum það er varpað upp nokkrum sviðsmyndum í þessari skýrslu og ef við tökum sviðsmyndina sem er í raun og veru svo minnsta sem á að gera, þá þarf samt 9% af þá þurfum við 9% meiri raforku en við erum að nota í dag árið 2040 og hvað þýðir það? Bjarni var að sýna okkur nýja vél í Þeistareykjum. Við þyrftum 5 svoleiðisvélar bara til að halda í við það sem við ætlum okkur í framtíðinni og þá erum við ekki að tala við erum bara, þetta er almenn notkun, við erum ekki að tala iðnað sem blómstrar og stækka og annað. Þetta er bara að við viljum halda línilegri aukningu. Og í þessari skýrslu þá kom þessi skemmtilega mynd. Við erum komin ansi langt. Við erum búin að rafvæða. Við erum rosalega dugleg í húshitun. En það eru samgöngunar og orkuskiptin sem við viljum vera kolefnishlutlaus fyrir 2040. Og það þýðir að við þurfum að bretta upp ermar og byrja að byggja. Af því að þetta er alveg einstakt tækifæri fyrir okkur öll að komast þarna. Við höfum gert þetta 2 ára áður, akkur ekki í 3. skiptið. En ef við hugsum út frá vindinum, hvað þurfum við til að geta þetta? Jú, við þurfum að geta stýrt. Vindurinn blæs stundum mikið, stundum lítið. Og við þurfum að geta reglaðan og þá er vatnsaflið okkar alveg rosalega gott með honum.
Við þurfum að hafa mjög góðar tengingar milli svæða, en þetta á í raun og veru við alla raforkuvinnslu á Íslandi. Það þurfa að vera góðar tengingar milli svæða svo við hámörkum kerfið okkar og hámörkum þær auðlindir sem við erum með í dag. Til að hjálpa vindinum, það ekki alltaf sem við höfum kannski aðgangi að vatni, og þá væri rosalega gott að hafa sveigjanlega eftirspurn og fyrirtæki sem geta verið með sveigjanlega eftirspurn. Og síðan eitthvað sem kannski aðeins lengra í burtu en það geymsla, það eru batteri, og við höfum séð þjóðir í kringum okkur byrja að fóta sig þar, og það eitthvað sem við sjáum kannski lengra inn í framtíðina. En að lokum, við erum með valkosti til staðar. Það eru rúm 8 ár síðan að rammaáætlun að verkefnisstjórn skilaði skýrslu rammaáætlun 3. Og vindorka klárlega einn af þeim kostum sem hægt að nota til að mæta aukin raforkuþörf. En við þurfum klárlega að forgangsraða með sem sagt, hvernig við notum landsvæðin okkar og hvernig við nýtum orkukosti í samvinnu við umhverfis samfélag og efnahagslega þætti þegar við horfum á þessa 3 þætti til samans. Og við höfum tekið þá pólinn í hæðina, við erum að þróa orkukosti í kringum og á okkar vinnslusvæðum þar sem innviðir eru til staðar. Við teljum það að vera til bóta. Og hérna síðasti punkturinn, það eru 8 ár síðan rammaáætlun 3 að skýrslan kom þar. Við sjáum allavega hvað var að vindorku, það væri mjög æskilegt að þetta ferli væri styttra. Tækninni fleytir fram og það sem var gott og gilt fyrir 8 árum, það er næstu orðið úrelt í dag. Heyrðu, þetta var eiginlega allt sem ég var með. Takk fyrir það. Hafið þið spurningar handinni? Það má líka aðeins gjörðu svo vel aftur. Má ég koma með spurningu? Já, gjörðu svo vel. Ég heiti ennþá Ásgeir. Ég er svona veltað fyrir mér kostnaði við uppsett afl og á vindmyllum versus nú, já. Ég er svona sér að velta fyrir mér kostnaði á uppsettu afli á vindmyllum og jarðvarma og vatnsaflsvirkjunum, bæði hvað var það uppsett afl og eins í sambandi við svona áætlaða nýtni. Nýtnin er klárlega minni í vindorku. Þegar við erum að horfa á jarðvarmann, þá er nýtnin afskaplega góð. Ég er að spá kostnaðin bara. Já, en kostnaðurinn síðastliðin 10 ár, kostnaðurinn hefur sérstætt minnkað mjög mikið í vindinum. Það er ný tækni og vindorkuverur eru mjög samkeppnishæf við aðra orkukosti. Og það sem við höfum séð gerast í löndunum í kringum okkur að fyrir 10 árum þá var mjög algengt að fengir sem sagt í raun og veru bætur fyrir að koma að setja upp vindmyllu. Það sjáum við ekki í dag. Ekki á Norðurlöndunum og í löndunum sem eru í kringum okkur. Svo að þessi kostur eru mjög samkeppnishæfur hvað varðar verð. Já. Hvað er pláss fyrir mikið afl frá vindmyllum eða við aflgetu vatnsaflsstöðva í dag, þannig að þetta nýttist vel? Þetta fer nú reynda líka svolítið eftir flutningskerfinu, en við sjáum til dæmis að blöndusvæðið gæti borið mjög mikið, en þar er flutningurinn það sem er takmarkandi þáttur og við getum klárlega ekki reglað, það voru 3500 megawatt sem var óskað eftir að eru tekin til umfjöllunar í rammaáætlun 4 og við getum ekki reglað það. Já, góðan daginn, Sigurður Páll heiti ég. Komum við svona 3 spurningar, stuttar og einfaldar. Ein er sú, af hverju vindmyllur alltaf hvítar? Svona einhverju erfana fyrirlitir, þannig að það væri svona minni sjónmengun. Og svo varðandi svona fuglalíf. Er hugsanlega eitthvað svona bara ákveðin tíðni sem er að láta vindmyllur gefa frá sig þannig að fuglarnir bara forðast það í ákveðna radíus. Og svo langar maður svona, ég er svona hugmynd að einu svæði til hugsanlega
á þessu svæði. Það er vestan við Lambafjöll. Lambafjöllin eru fjöllin sem eru vestan við Kvistareykji og það er veðurathugunarstöð sjálfur hjá veðurathugunarstöðinni. Við erum bara að spá hvort að þessi búin að kanna hvernig vindar eru þar. En svona fljóta litur þá er þetta svona einfalt og aðgengilegt svæði, stutt í að setja í samband við línuna sem er til. Ég sé þetta gott ekki. Já. Svona ein hugmynd er ekki að henda myndmennum á skipin sem er á hrunni. Þetta beint það. Heyrðu, ég verði að reyna að muna allar þessar 4 spurningar. Það var spurt hérna litina á vindmyllum og akkur þær var alltaf hvítar og ég hef líka velt þessu fyrir mér, akkur er alltaf hvítar og í okkar þróunarvinnu þá erum við líka að skoða það hvernig mismunandi litir, hvaða áhrif það myndi hafa en ég held að það sé þannig í reglum núna að það eigi að vera hvítar. En það er eitthvað sem við munum skoða betur. Ef annað kemur betur út, þá klárlega myndum við óska eftir því. Síðan var næsta spurning varðandi Já, bara Staðvalið. það var við höfum verið að vinna við sem sagt í raun og veru komin lengst með Búrfell og Blöndu en klárlega eru öll okkar rekstrasvæði og þeirra nágrenni áhugaverð fyrir okkur. Og skipur ég mér finnst þetta mjög áhugaverð hugmynd en ég verð því að miður að viðurkenna það að ég er ekki alveg nógu vel inn í þessari tækni en klárlega eitthvað sem er áhugavert. Og er prototýpa sem á að fara að prófa, veit ég, í sambandi við vindmyllur á skipinu? Já, og ég veit að ég var í fermingarveislu á sunnudaginn þar sem þetta kom til umræðu, þar sem voru miklir bátamenn og þeir höfðu mikinn áhuga á þessu, svo að þetta er áhugavert. Það er spurning frá Jóni Þorvari Heiðarsinni. Já. Hann spyr vindinn. Þú sagðir að nýtnin á hafinu væri 42,5%. Er búist við svipaðri nýtni á Blöndusvæðinu? Allavega samkvæmt okkar rannsóknum þá kemur Blöndusvæði mjög vel út og það er mikil vindgefni þar. Já, takk fyrir það. Ljómandi gott. Takk að þið fyrir. Við gerum smá hlé núna og fáum okkur að borða. Ég ætla að biðja ykkur uppi að snarast niður og sækja ykkur í disk. Og bara drífa því að fá sér gúlasúpu og svo höldum við áfram. Það er getur enn, þið höfum.
Jæja, góðu fundamenn, nú eigið þið að hætta að tala af því að Sverrir ætlar að fara að tala og það er nokkrir eftir að fá sér súpu, þau gera það bara hægt og hljótt. Þetta verið afar áhugaverð erindi sem hér hafa komið fram. Áður en lengra haldið þá fannst hérna lykill að ökutæki á snyrtingunni. Ef einhver hefur gleymt honum þá er hann bara hérna. Það veit ég ekki. Isuzu held ég. Isuzu. Nei, hann er gamall. Slitinn og svo er hérna einhver lásalykill með. En þetta er sennilega bóndabíll og kinn síns mér. En hann var á kallasnyrtingunni, ég hef ekki áhuga því. En Sverrir Jan Norðfjörð gjörðu svo vel og hann ætlar að tala um mikilvægi raforku í nútíma samfélagi. Sælverði og verður ykkur góðu. Bara að byrja á að þakka Sana og SSNE fyrir boðið á hann sem málstofu en að fundja okkur. Þetta er mjög áhugavert og mjög gaman að hlusta á Landsvirkjun rétt áðan, sérstaklega Unni. Ég tengi við margt sem hún var að segja mitt áðan. Kannski bara rétt að fyrir þá sem þekki ekki Landsnet, bara örstutt, við erum fyrirtækið sem rekum stóra línurnar á Íslandi, flutningskerfið. Við erum sem grundvallaratriðum svona eitthvað millistykki milli þeirra sem búa til orku, virkjananna og svo þeirra sem nota orkuna. Hvort sem það er ykkur stór fyrirtæki eða hreinlega bara íbúarnir, eða tenginga við íbúa hérna. Ég ætla svona rétt bara að vekja athygli á því að það hefur svolítið hreyfing verið á orkumálum hérna í samfélaginu, hjá þjóðinni síðustu árum og til dæmis kom loks fram í rauninni stefna orkumál á Íslandi hjá síðustu ríkisstjórn og það var mjög áhugavert að sjá það plagg loksins verða að veruleika og samþykkt á Alþingi og svo er það hitt sem Unnur kom aðeins inn á áðan líka og það er skýrsla sem gengur undir nafninu Staða og áskoranir í orkumálum og í daglegu tali oft nefnd grænbókin. Þannig að við erum í rauninni í dag, myndi ég segja, ágætlega svona stillt hvað það varðar að við erum með einhverja framtíðarsýn og stefnu sem Alþingi hefur samþykkt og við erum komið mjög gott plagg sem lýsir stöðin akkúrat eins og hún er í dag. Og bara mjög áhugavert plagg fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér það. En svona, það er nú margt þarna framvundan sem við erum kannski ekki svo mikið að velta fyrir okkur dagstæglega og sem er svona nýtt framvundan í orkumálum hjá okkur. Og það var nú aðeins nefnt áðan, það er orkuöryggið. Við höfum séð núna síðustu árum þegar við fáum einn og einn vondan vetur að þá verður umræðan orkuöryggi, dúkkar hún aftur upp. Við höfum kannski gleymt í 10-15 ár, þetta er mikilvægi. Og jafnvel enn annað hugtak sem flestir hefur gleymt, það er orku sjálfstæði. Og það þekkjum við núna þegar við sjáum átök í Evrópu. Það er nú aðrir hlutir þarna inni eins og það er mikið tala orðið orkuskipti og þið þekkið þá, það tengist mjög gjarnan loftslagsmálunum að færa okkur úr olíunni og meira yfir í okkar umhverfisvænu orku. Það er líka kannski eitt mál þarna sem fer mjög lítið fyrir í umræðinu og það stundum talað það sem valdeflingu notanda eða orkumarkað og Unnur kom aðeins inn á það áðan og það er þá svona þessi sveigjanleiki. Og mér verður eiginlega að hugsa til þess að ég var á ferðalagi á Norðurlandi í sumar og komið minn hingað á þennan ágæta stað. Fekk mér hádegismat með fjölskyldu og vinum og ég var nú ekki að keyra þannig ég ákvað að fá mér öl. Og þetta var í hádeginu og borgaði fullt verð fyrir ölið sko. Og nokkrum tímum seinna þá var sami bjórinn, ódýrari, og nákvæmlega sami bjór í sama glasi, sama sæti, sami staður. Allt eins, samt ódýrari. Við kallum þetta happy hour og okkur að nefna þetta að því ég kem heim úr vinnunni þá stingi ég alltaf rafmagnsbílnum mínum bara í samband svo fer ég inn og kveiki á ofninum og setja uppþvottavélina í gang og ljós og sjónvarp og allt í gang og á sama tíma er rafmagnsbílinn minn í hleðslu. Þetta er eitthvað sem ég held að við sem samfélag þurfum að fara að vinna með að það er þessi sveigjanleiki að það eru verðmæti sem felast í því að geta fært aðeins á milli hvort sem það er að því að vindurinn blæs eða við getum nýtt orkun eitthvað seinna. Þetta er eitthvað sem verður eflaust seinna í umræðinu meira og við þurfum að búa okkur undir þann tíma.
Þannig í rauninni ef við horfum á Landsnet í dag, þá erum við vön að tala í rauninni um raflínur og tengivirki. Það er svona toppurinn hérna á þríhyrningnum, flutningskerfi. Og þar erum við þá líka með stjórnstöð sem rekur kerfið allan sólarhringinn. En það er líka framundan einhvers konar, við þurfum að vera aðeins meira vakandi fyrir þessu viðskiptahliðinni, hvert samfélagið fer með það. Og eins á hinu horninu að við sjáum að gögnin sem verða til í þessu orkukerfi, upplýsingarnar, að það er alltaf farið að vera að kalla meir eftir því. Hvort sem það eru þá virkjunaraðilarnir eru að byggja á því til þess að taka ákvarðanir um framtíðar virkjanakosti eða tækni, og eins er það hreinlega bara í þessum rauntíma, sama dæmið og ég lýsti áðan með það að geta nota orkuna þegar það kannski hittir betur á. En ég ætla nú svona aðalega að tala kannski bara efsta hornið hérna í dag, örstutt, og vildi bara rétt kasta upp hérna tiltölulega ný mynd sem tókum saman daginn, og það er gaman að sjá að það hefur gengið þokkalega hjá okkur í uppbyggingu á flutningskerfinu svona síðustu 5-6 árum. Og þessi litir, ég ætla ekki að fara nákvæmlega í þetta, en það sem er grænt, það er hæsta spennan í kerfinu, þannig að það eru svona stærstu innviðirnir, sterkustu. Og það sem er rautt, það er svona millistærðin, 130 kV svo kallað, og minnst er bláu. Og þessi myndin sýnir í rauninni að uppbyggingin út all land, hún hefur svolítið verið í endunum, sjáðu, í rauðu og grænu. Það er í rauninni eingöngu á ykkar svæði þar sem við höfum byggt upp svona sterkustu innviðina. Og þetta er gríðarlega mikilvægt. Þetta er þá í rauninni burðarásinn eða hryggjastykkið í flutningskerfinu. Það er grænu línurnar. Það er 220 kV fyrir áhugasama. Og það er nú bara í fyrra sem við tókum í gagnið tengingum frá Fljótsdal hingað upp í Kröflu, svo kallar Kröflulínu 3, og nokkrum árum þar á undan tengingu frá Kröflu í gegnum Þeistareykja inn á Bakka. Og við stefnum á því að núna á þessu ári að í rauninni vera búin að ljúka tengingu inn í Eyjafjörð. Þannig að þetta er svona sterkt flutningskerfi sem er að verða til hérna á Norðurlandi eystra, og svona einhverju lítið samanburðarhæft við það sem við þekkjum á suðvesturhorninu. Þessum uppbyggingin hefur átt sér stað í gegnum síðustu ár og tugi. Þetta er nú mynd sem er staðan þá í fyrra og gengur stundum undir nafninu rauðaljósamyndin, sem er nú ekki neitt voðalega jákvætt. Þetta er einu mynd sem sýnir hvað er hægt að bæta við nýrri notkun svo einhverju nemi. Og þegar ég segi einhverju nemi þá erum við að miða við svona 10 megavött. Það er svona stærðin sem við miðum við að sé svona orðin svona meira heldur en bara nokkur heimili. Og þar til í fyrra þá var eiginlega allt rautt. Það er aðeins farið að birta til hérna Fljótsdal og hérna inn á Kröflu, Þeistareykju og Bakka, og það helgast hreinlega bara því að hérna eru að tengja saman sterka virkjanaklasa. Það er þess að Fljótsdalur hérna í austri, Krafla, Þeistareykjur og Laxá auðvitað. Og við tegjum þetta ljósögn inn í Eyjafjörði núna á þessu ári. En í rauninni byrja litirnir svona að batna mest þegar stór virkjanasvæði tengjast. Það er svona ákveðin mögnun sem á sér stað, að vera ekki háður einum orkugjafa, einni virkjun þar að segja. Og okkar áætlun eins og hún er í dag er rauninni að ljúka svona getur sagt hryggjastykki sem gengur þá hérna frá austri, norður fyrir land, vestur og svo rauninni alveg suður út í Reykjanes. Og það er svona fyrsti kaflinn er búinn, við erum það bil að ljúka öðrum kaflanum sem frá Kröflu inn til Eyja. Ég vek athygli á það myndin að þið sjáðu engin rauð ljós núna. Þannig að ef þetta gengur upp, þá er rauninni hérna landið svona sveigjanleikinn til orkunotkunar, allavega hvað varðar sko flutningsgetunar er orðið miklu betri. Þó vek ég athygli á því að tiltölulega litla breytingar geta breytt myndinni, og meðal annars það að þetta er eitt samtengt kerfi sem þýðir þá að ef á einum stað er mjög mikil uppbygging eða nýtist mikil orka, þá hefur það eðlilega aðeins áhrif á nágranna staðina. Það er ekki þannig að þetta er innra samhengi. Og þetta er eitthvað sem við höfum svo hérna, fulla trú og mikla væntingar, og ég myndi segja að það ætti nú að vera alveg raunhæft að vera búin að ljúka þessu innan áratugar, léttilega, kannski innan 7 ára sko.
og einhverju finnst ég kannski full bjart sín og það er nú kannski ástæða fyrir því, en hérna ég vildi rétt þó nefna eitt að þegar við horfum á þessa ljósamynd og horfum á skýrsluna staða á áskoranir eða svo kallu grænbók sem Unnur kom inn á áðan líka, það sem er mjög vel gert finnst mér í þessari skýrslu er það að það er lýst ólíkum sviðsmyndum hvernig í rauninni framtíðin gæti verið og það eru nefndar þarna 6 sviðsmyndir og svo sem gengur rauninni styst eins og Unnur kom inn á er þið sjáu það eru einhverju svona græn og rauð ljós, það er rauninni engungu verið að horfa til fjölgunar íbúa á Íslandi og svona heimila og svona kannski smá þjónustu við íbúa. Það er ekki verið að horfa til uppbyggingu iðnaðar, hvað þá mikill orkuskipta. Þetta er mjög hófstilt. Við sjáum að í sumum sviðsmyndunum það er allt önnur mynd. Það eru að tala mun meiri orkunotkun. Sáum tölur hérna í bókinni sem tala 125% aukning sem er þetta mjög hressilegt. Og hérna þá var einhver sem slóð því fram að þetta væri þá ígildi 100 megavatta virkjunar á ári. Sko 100 megawatt, þið heyrðu í máli Bjarni áðan að báðar vélarnar í Þeistareykjum saman, það er 90 megawatt. Það er eitt stykki Þeistareykju á ári. Sko. Þetta er hressilegt. Og en það er til þess að ná þá öllum þessum markmiðum styðja við iðnaðinn, ná orkuskiptum og svo framvegis. Og myndin sem ég sýndi ykkur áðan, rauðaljósin, hvernig urðu hættu að vera rauð og þá voru alls konar aðrir betri litir, að það auðvitað miðast ekki kannski við svona hressilega aukningu. Þannig að við erum núna bara heima á skrifstofunni að fara vel yfir þessa grænbók, bera hana saman við okkar áætlanir og sjá hvernig þær myndi getur litið út og við höfum svona væntingar það að svona eftir mánuð eða svo þá vitum við þetta betur. Það er alveg, þetta er forgangsmál hjá okkur, átt okkur á þessu. Varðandi uppbygginguna, enga á síður, að þá vil ég kasta upp hérna einu dæmi og þetta er fyrsti leggur þá í nýrri byggðalínu. Það er þessi tenging frá Fljótsdal inn til Kröflu og í rauninni bara mjög gott verkefni. Maður vil að segja að þetta er 120 km, þetta er hressileg lína sko í lengd og fer í gegnum 3 sveitafélög og eðlilega fjöldi landeigenda og mörg viðkvæm svæði til þess að fara í gegnum, en það voru engar deilur þau upp á staðið þetta verkefni og allir sáttir sem koma að þessu. En ástæða fyrir nefni það að hún var sem tekin í notkun í fyrra, 2021 og við fengum framkvæmdaleyfin 2019, þannig að við vorum hérna einhvers staðar rúm 2 ár að byggja þessa löngu línu. 2 ár að byggja, en svekkelsið er þessi stika hérna niðri. Við hófum formlegan undirbúning 2012. Það voru enga deilur, engin dómsmál eða neitt svoleiðis. Undirbúningurinn var frá 2012 til 2019, svo framkvæmdin rúm 2,5 ár. Og þetta er eitthvað sem ég held að fæstir gera sér grein fyrir hvað er rauninni undirbúningsferlin og þetta er þessi opinberu ferli, hvað þau eru tímafrek. Og sko 7 ár, mér finnst það er rauninni yfirgengilegt, hvað þetta er langur tími. Og þetta er þá alls konar þættir, þetta er mat- og umhverfisáhrif, þetta er skipulag sveitafélaga, þetta er leyfi Orkustofnunar, alls konar þættir hérna. Og aldrei vinsæll fyrir að taka þetta sérstaklega upp, en ég held að þetta sé nauðsynlegt fyrir okkur sem samfélag að veita þessu athygli. Og held ég bara líka gott fyrir samtöku eins og Sana og SSNE, ég veit að vinkona mín Elva er nú hérna í salnum sko, hún hefur heyrt mig raus þetta áður, en þetta er held ég nauðsynlegt fyrir alla valdhafa, hvort sem er að segja sveitarstjórnarstigi eða í stofnanir ríkisins, að vera meðvituð þetta. Þetta er ekki á þessum 7 árum, þá er engin vinnuvél, það er ekki eitt hráefni unnið, það er ekkert sem gerist nema bara pappírsvinna og rannsóknir og svo er þetta að fara bara milli skrifborða stofnanna að bíða eftir undirritun eða stimpla. 7 ár, það finnst mér ansið hressilegt. Og þetta kemur reyndar fram einni í grænbókinni að eitt af álitamálunum og ákvörðunefnunum sem höfundar grænbókarinnar benda á er þetta sem byrjar þarna á að megin gagnrýnin er á skipulag hins opinbera leyfisveitingaferlis. Það sem tími sem það tekur er talin of langur og svo einnig rammaáttun tekin undir þetta. En þetta er bara svipað og Unnur kom inn á þetta áðan. Ég held að það sé mikilvægt fyrir alla að hafa þetta í huga. Þetta var svona örstutt hjá mér og gnýr alltaf þess að vera í framhaldinu. Ef við taka einhverja spurningar bara strax.
einhverjum spurningar þetta? Já. Nei, þú verður bara endur tekið spurning. Herðu, fyrir örfáum árum þá gerði ég hérna svolítið ísingaveður og línur hér stóðir fóru svolítið illa. Það er Kópaskerslína, Húsavíkurlína, Laxá, Akureyri og Dalvíkurlína á þessu svæði. Og íbúar kom mikið fram og sagði að þetta laga og bæta þessi kerfi. Hvað hefur verið gert til þess að tryggja betur rafmagn til landsnet á þessar línur fóru? Maður sér ekki mikið verið að gerast í akkurat þessum línur sem eru hvað viðkvæmastar. Hvað hefur gerst síðan þetta reyður gerðist? Já, það er spurt hérna veðrið, þú ert vantilega að tala þá um veturinn 2019 eða ekki, þegar fór ansi illa hérna víða á Norðurlandi og hvað hefur áunnist síðan þá? Og Í þessum línur sem ég... já, og þú nefndir sko sérstaklega Kópaskerslínu, Dalvíkurlína og það var Húsavíkurlína og svo Laxárlínu, já. Sko ef við tökum þetta svona skipulega sko, það er hérna, sko Dalvíkurlína var, nei þetta Kópaskerslína var strax svona hressilega við, þannig að hún var styrkt verulega og þá það bara með stærri staurum og strax setti nýjir þar sem það er brotnað og hérna og vonandi þolir þá harðari vetur núna, auðvitað ekki eilífu en engu síður hún lítur betur út, það er eitt. Einhver illa hátt í öllum hæðum og alltaf þetta og einn. Já, akkurat, og þannig að það er strax aðgerð, sama auðvitað í Dalvík, það var strax styrst bara það sem hafði gefið sig og það var nú eiginlega svona drottning okkar tresturalínu, hún hafði aldrei gefið sig áður, því miður, gerist það bara allt í einu. Síðan getum við sagt að til viðbótar þá vorum við farin í ganga að undirbúa að kaupa á svona varaafstöðum, þannig að við höfum keypt fleiri varaafstöðar og þær eru hreyfanlegar og þá höfum við valið það núna, við staðsetjum þær háð í rauninni stöðum sem eru þá meira útsetti fyrir áhættu og það er ekki framtíðalaust en það er eins og eitthvað sem hægt er að nýta þá strax. Þegar aftur koma leyfisveitingaferlunum, þetta er orðið þá núna komin rúm 2 ár síðan, að við erum í rauninni að vinna að umbótum og það er til dæmis að er komið inn í það er verið að vinna núna að annarri línu til Dalvíkur sem er þá núna í leyfisveitingaferli og það var sett allt. Já, þú tekur það sérstaklega fyrir, já, ok. Er ég að fara inn í þína glærukynningu, Gnýr? Ok. En við erum mjög allan meðvituð þetta veður og núna var aftur vont veður í vetur, það var enda meira Vesturland sem lendi í því, sko. En þetta við erum mjög meðvituð þessa veiku staði og Best er þessi Kópaskerslína því hún fer í öllum vondum veðrum. Hvað hefur hvort það er rendingar eða ísing? já, það eru nokkri kaflar, sérstaklega næst Kópaskeri og svo er það rétt norðan við Þeistareykji þannig að við höfverðarmúla á þar sko. En hvað sér ég farin inn í þitt erindi, Gnýr? Þú verður að lofa að svara manninum. Já. Gjörðu svo vel. Já, sæl, Ellert þetta mér langaði að spyrja hvort það er eitthvað komið á teikniborðið endurbætur eða uppbygging á línunum hingað. Þetta með Húsavíkurlína sem er á gömul Lúisk, tengt í Laxárvirkjun og Kópaskerslínan frá Laxárvirkjun upp í við að tala áðan. Þetta eru svona mjög erfitt í rekstri. Þarna er línan, þetta er línan sem kemur til með að vera aðalínan frá Laxárvirkjun. Því að nú skilst mér að Laxárlínan hverfi, línan frá Laxárvirkjun. Þetta verður aðaltenging frá Laxárvirkjun inn á kerfið. Og þá uppbygging á Húsavíkurlínu hingað niður til. Hvernig menn ætla að leysa það? Verður það tengt saman í Laxá eða verður Rófavirkjun upp á Þeistareykju eða á Höfðaeyjarmúla? Nú er bara einn skilrófið upp á Höfðaeyjarmúla sem þarf að senda menn í fárvitið uppbygging til þess að greiða ef eitthvað er að eins og þeirri Kópaskerslína er að geta niður austan við Höfðaeyjarmúla. Er eitthvað úrlaust þarna á þessu stæði? Sko, ég held að akkurat, þetta er, þú ert greinilega, þú þekkir, þú þekkir þetta greinilega mjög vel hérna og bara segja að það er náttúrulega miklu fleiri möguleikar núna með tilkomu Þeistareykja og Bakka, þannig að við erum búin að sjá að það aukist möguleikarnir á styrkingum, sko. Ég vil ekki sjá hvort það þegar spurningin snúa mér, annars er ég... Varafstjóri hér á Húsavík, síðan að keyra varaafstöð
sjá kortið háspennu uppbyggingar. Þetta er náttúrulega fundur orkumál í Þingeyjarsýslu, að Norður-Þingeyjarsýslan, hún er bara hvít. Það er sem sagt ekkert, og þar er á sínum tíma þá var ég stjórnarmaður í atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga, og þá var einmitt svona aðeins umræða hvernig ætti að senda orku þarna austur, og ég kom með ákveðna hugmyndir línu sem að lægi þá frá annarkoð Þeistareykjum eða Kröflu og bara beint, og það var nú til þess að fulltrúi Vinstri grænna í stjórninni sem þá var stjórnarformaður, hún jesúsaði sig bara yfir þessum hugmyndum. En ég held, sko, er samtalið byrjað? Það er að spurningin. Er samtalið byrjað? Hvernig við ætlum að koma orkunni í Norður-Þingeyjarsýslu, þar sem að flutningsnetið er sprungið, og þar er stór notandi sem getur ekki fengið meira rafmagn, sem að loðnuverksmiðjan á Þórshöfn. Já, sko ég bara reyna að staðsetja sko hvar, þegar þú talar að vera hvítt sko. Já, einmitt spurningin var sko varandi styrkingar til Norður-Þingeyjarsýslu og hvort að samtalið væri byrjað það. Sko, samtalið er klárlega stöðugt í gangi og það er ekki bara svona fundir eins og þessir, það er líka okkar lögbundna skylda. Við þurfum að leggja fram áætlun sem er lögð til umsagnar og það geta allir haft skoðanir á því, og sveitarfélögin sérstaklega gera það. Þannig að þetta samtali er í gangi og við fáum á hverju ári margar athugasemdir og ábendingar, og meðal annars hafa nú ekki kannski þetta svæði sem þú nefndir sérstaklega nefnt síðast, en Húsavík gjarnan kemur hérna inn í umræðina, og þetta Rarik-menn eru áhugasamir það líka. Þannig að klárlega er þetta inni. Hvað varðar Þórshöfn, að þá sko, flutningskerfi landsins nær ekki til Þórshafnar, það endar í Kópaskeri. Þannig að það er illa við það að henda hérna boltanum yfir til Rarik sko, en það er tilfellið sko. Rarik er með, þannig að Þórshöfn eins og víða land, það er ekki nákvæmlega allir þéttbýlisstaðir á Íslandi tengdir landsneti. Það eru margir, við getum haldið áfram, það er ekki á Vík í Mýrdal, og það er ekki á Siglufirði, og það er ekki á Patreksfirði og svo víðar sko, og það er með talið Þórshöfn. Þannig að það er allavega engar áhallanir eins og staðinir í dag það að draga flutningskerfið þangað. Það er ekki planið eins og lítur út í dag allavega. Það einn spurning hérna. Jón Þorvarður spyr: hvernig verður punkturinn á litin á Akureyri þegar Hólasandslína 3 verður komin inn á notkun? Það kemur eftir. Herðu, ég bara... Þá þökkum við Sverri bara kærlega fyrir. Gefum okkur gott klapp. Ég er að velta fyrir mér tengingu frá yfir Sprengisand. Nú er loftlínan sennilega látin algjörlega út úr myndinni. En hefur eitthvað verið spáð í það að setja jafnstæðuslínu þar á milli, eða? Það er gott að þú kemur inn á þetta, að ég staldraði við það sem ég sýndi þessa styrkingu á Norðurlandi og söður í Hvalfjörð sko. En þetta er mjög góð spurning. Það var spurt hvað með Sprengisandslínu, hvort hún sé ennþá á döfunni og Jafnströms. Og við erum í rauninni ekki búin ennþá að fá niðurstöðu í það hvort að byggðalínan, næsta kynslóð byggðalínu, kalla það, hvort að hún verði þá eins og gamla byggðalínan, að það er þá bara stærri lína sunnan jökla, það er einn möguleiki. Og ég gerir mig grein fyrir það að vægar sagt umdeilt líka, það er Fjallabak og það er Jökulsárlón og nálægðið Skaftafell og svo framvegis, eða hvort að þessi betra að fara yfir Sprengisand, yfir hálendið, og það væri þá, eins og segir, loftlína alla leið, loftlína að hluta og hluta til jörðu, eða öll í jörðu, en það er eingöngu hægt ef það er svo kallað Jafnströms eða DC-tenging, það er engin önnur leið. Og allir þessir 3 möguleikar eru alveg, finnst mér, á borðinu, og ekki bara 3, heldur auðvitað líka að fara sunnan Vatnajökuls. En þetta er talandi samtala, þetta er nú, þegar við erum komin ögn lengra með þessar styrkingar hérna á Norðurlandi og vestur í Hvalfjörð, að það þarf að fara að huga þessu tímalega, sérstaklega leyfisveitingaferlið eins og það er sko. En allt finnst mér verið inni, en bara nefna kannski það sem mælir gegn DC-inu, það er
svona nokkru þættir en fyrst og næst það er miklu dýrara. Það er svona framkvæmd verður svona álíka dýr og allt flutningskerfið, helmingur og öllu flutningskerfinu í dag, sko. Þetta eru miklu peningar en enga síður, samt sem áður kannski álitlegt. Og svo kannski líka því að það kom nú smá hágöngupunktur hjá vinnum mínum áðan, að auðvitað þú tengir ekki hágönguvirkjun inn á DC-streng á leiðinni. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að bæta við svona tengivirkjum á leiðinni eins og við þekkjum annars staðar. Takk fyrir þetta, Sverrir. Og við vindum okkur í næsta sem er Gnýr Guðmundsson og hann er að tala um flutningskerfi raforku á Norðurlandi. Það er svo stórsverðir. Þú voru bara að lækna þetta. Komið sæl, gaman að vera með ykkur hérna. Þetta er náttúrulega svolítið tengt mitt erindi og Sverris að því að við náttúrulega vinnum saman og við erum saman í þessu. Ég ætla við ákveðum að skipta þessu svona í tvennt að ég myndi taka svona þróunin á kerfinu hérna og hann tæki þetta svona almennt og ég ætla svona aðeins að tala hérna svona almennt okkar áætlanir og við eins og margir vita gefum hérna út kerfisáætlun Landsnets sem við höfum gert árlega en það er nú einhver breyting á því núna, það er búið að breyta raforkulögum þannig að líklega þurfum við bara að gera þetta á 2 ára fresti. Á þessari kerfisáætlun þá erum við náttúrulega með hennan fyrsta hluta nýrrar kynslóðar byggðalínu eins og við köllum það. Þetta þýðir bara raun og veru bara endurnýjun byggðalínunar. Sko byggðalínan er fyrir þá sem ekki vita þessi 130 kV lína, tréstauralína sem liggur frá Hvalfirði og hringinn í kringum landið og endar í Sigöldu. Og það var byrjað að byggja hana 1972 á Akureyri milli Akureyrar og Varmahlíðar og svo að síðasti leggurinn í henni, það var leggurinn hérna fyrir sunnan Vatnajökul, hann var spennusettur 12 árum seinna 1984, þannig að öll byggðalína var byggð á 12 árum. En það þýðir líka að hún er að nálgast 50-aldurinn og 50 ár er einmitt líftími á rafmagnslínum. Við reiknum með við afskriðum þar á 50 árum og reiknum með að þurfa að endurnýja þær eftir það. Þannig að við erum í raun og veru að fara inn í gang með að endurnýja byggðalínuna. Og fyrsti hlutin var náttúrulega hérna eins og Sverrir kom inn á, Kröflulína 3 og við erum langt komið með Hólasandslínu. Það er búið að leggja jarðstrenginn í Eyjafirði og reisa megnið að staurunum og við áætlum að hún klárist bara núna í sumar. Og svo er Blöndulína 3 er náttúrulega í umhverfismati og langt komin og vonandi ganga bara áætlanir eftir þar og sama með Holtavörðu heiðalínu 1, svolítið svona óþjált nafn en það nafnið kemur af nýju tengivirki sem við ætlum að byggja upp á Holtavörðu heiði. Við ætlum ekki að fara með línuna onni í Hrútafjörðinn og svo í ljósi þessara aðstæðna sem hafa sköpuðust á landinu núna á þessu ári og í haust með orkuskort og lélegt vassár, þá komu þessir flöskuhálsar á byggðalínunni mjög berlega í ljós. Það er að segja það sem við í bransanum köllum snið 3B. Það er að segja að það er flöskuháls á byggðalínuhringnum sem er í vestur frá Blönduvirkjun og í austur frá Fljótsdalsvirkjun. Og það er þetta svæði sem afmarkast af Blöndu, Kröflu, Þeistareykjum, Laxárvirkjun og Fljótsdalsvirkjun. Og það er bara erfitt fyrir okkur að flytja mikið afl út úr þessu svæði. Þið getur flutt svona 130 megawatt á öruggan hátt en höfum verið að flytja talsveit mikið meira en það síðan í fyrra sumar og við erum svo svolítið að stofna, við getum gert þetta í góðu veðri þegar það er svo lítil hætta á truflunum en það er æskilegt eins og Unnur talaði að samtenging svæða, tenging landsvæða, sem er forsenda vindorku og það er það sem við þurfum að leysa með þessari nýju byggðalínu. Og til þess að létta á þessu þá hefur við ákveðið að flýta því að byggja línu í vestur frá Blöndu og eins að byggja nýtt tengivirki í Skriðdal og þannig að við náum að stækka þetta svæði, þetta áhrifarsvæði þessar virkjana þannig að það taki þá Norðurland vestra og Vestfirði og eins allt Austfjarðakerfið, alla fiskimjölsverksmiðjurnar, það verður partur af þessu svæði Þannig að við léttum á þessum flöskuhálsum. Og svo erum við náttúrulega, höfum við verið að eftireinmitt
ísingarveðri, þetta var 2019, þá fóru stjórnvöld að stað með mikið átak í innviðauppbyggingu og við tókum þátt í því og við breyttum okkar áætlunum talsvert mikið og erum að leggja miklu mun meiri áherslu á þessi svæðisbundnu flutningskerfi, títengingar og yfirbyggingar tengivirkja og styrkingar á línum og ég kem betur inn á það eftir. Og ég ætla að sýna ykkur bara, Sverrir sýndi ykkur mynd hvernig staðan er í dag, en svona lítur hún út þegar við spennum Hólasandslínu, það var nú spurt um það áðan. Þannig að þá erum við að stækka þetta áhrifasvæði frá héðan í raun og veru, eða frá Kröflu og inn í Eyjafjörðinn. Þannig að við getum afhent svona talsvert meira af afli þar. Það er samt, þetta er svona aðeins háð því hvar aflið er framleitt. Það eru náttúrulega ennþá þessi flöskuhálsar að verða í byggðalínunni og eins með afhendingaröryggi, það er náttúrulega, þá er bara vantar aðra svona sterka tengingu inn til Eyjafjarðar. En þetta náttúrulega fer allt eftir því samspilið, hvar setur upp orkuvinnslu og hvar setur upp notkun. Þannig að það er svona þarf að horfa svolítið á það og skoða hvert tilfelli fyrir sig. Þegar við náum svo að spennusetja eða klára blöndulínu 3, þá náttúrulega breytir staðan mikið bara á öllu þessu svæði. Þá er allt svæðið hérna innan þessara flöskuhálsa orðið bara innbyrðis með mjög sterkar tengingar sem þýðir að það afl sem er búið til hérna innan þessar flöskuhálsa er hægt að nýta bara í miklu mæli hérna á svæðinu og þá nær svæðið alveg frá Blöndu, þá er Skagafjörður, Reyðarfjörður og Þingeyjarsýsla og þannig að það verður hægt að afhenda talsvert mikið að afli hérna eftir það og það sem helst hindra því að það sé hægt að bæta ennþá meira við eru þessi flöskuhálsar í byggðalínunni að því við þurfum náttúrulega til þess að tryggja fullt afhendingaröryggi á landinu þá þurfum við að reka kerfið samtengt. Það er að ná meiri flutningsgetu með því að reka hringinn opinn en þá fórnum við örygginn í staðinn, þannig að þetta er alltaf svona, við viljum hafa þetta samtengt. Ef við fókuserum á Norðurland, þá eru við með mikið af verkefnum í gangi hér og það er svona tvær megin áherslur, það er þessi nýja kynslóð byggðalínu sem var náttúrulega byrjað á og svo framhaldið í Blöndu og það sem við erum að gera svona sem hluta af blöndulínuverkefninu er að leggja niður núverandi tengingu á milli Varmahlíðar og Akureyrar. Það er að segja Rangárvallalínu 1 sem er þessi fyrsta lína sem var byrjað á 72 sem ég talaði um áðan og við ætlum bara að rífa hana og til þess að bæta, tryggja bara áframhaldandi öryggi í Varmahlíð og Skagafirði þá byggjum við nýtt tengivirki innst í Skagafirði, einarlega Skagafirði og leggjum jarðstreng, 130 kV jarðstreng í Varmahlíð og þá er í raun og veru Skagafjörður mun betur settur heldur en hann er í dag, hann er með þrjár jarðstrengstengingu frá Blöndulínu sem er öflug lína og þolir mun betur veður heldur en núverandi línur gera og svo er þá bara Blöndulína 2 sem er þá svona varatenging eða þannig og svo erum við að styrkja þessi landshluttakerfi eins og Sverrir kom nú inn á þetta áðan, við erum komið með mjög gott kerfi á Sauðárkróki, nýjan jarðstreng og ný tengivirki á báðum endum og það var spurt um Dalvíkurlínu, við erum að fara að setja nýja jarðstreng til Dalvíkur og það er bara í fullum gangi og gengur vel undirbúningurinn og það er bara keyrð á áætlun. Við erum að styrkja Kópaskerslínu, það verður sjálfsagt farið í einhverjar framkvæmdir í sumar að styrkja hana. Við erum að skoða svona, við erum ekki alveg nákvæmlega búin að ákveða hvernig við gerum það því að það eru svona nokkri möguleikar sem ég tala um á næstu glæru. Við erum búin að kaupa síðan þetta vonda veður var, þá hefur við keypt 10 varaaflstöðvar færanlegar í svona gámaeiningu, svona 40 feta gámum sem við getum flutt á milli landa. Við munum koma þessum varaaflstöðum fyrir svona taktíst eftir því hvað er mesta þörfin og svo verður hægt að færa þær á milli svæða og hver vél er 1,2 megawatt, þannig að þetta eru 12 megawatt allt í allt sem við eigum að varaafli sem er hefði komið sér vel um árið og örugglega eftir að koma sér vel einhvern tímann, vonandi ekki samt en þetta er svona neyðarúrræði.
Það sem við erum að skoða hérna á svæðinu það er náttúrulega bætt tenging til Húsavíkur. Það er það sem við erum með til skoðuna núna og það eru nokkrir möguleikar í stöðunni. Við getum tengt okkur inn á Höfröðumúla, við getum endurnýjað Húsavíkurlínu með 60 kV línu, við getum byggt nýtt tengivirki á Bakka og tengt þar inn og þannig að það er ekki komin niðurstaða en þetta er verkefni sem er að detta inn á framkvæmdaáætlun. Það er bara bætt tenging til Húsavíkur af því að tengingarna hérna eru óviðunandi. Við bara gerum okkur alveg grein fyrir því og höfum vitað það lengi. Þannig að þið munum sjá þetta verkefni detta inn á framkvæmdaáætlun hjá okkur bara fljótlega, mjög fljótlega. Og svo það sama gildur Kópaskerslínu. Við erum náttúrulega, við ætlum að styrkja hana, hún er viðkvæm fyrir eldingum á ákveðnum köflum. Það er slæmur kafli á Reykjaheiðinni og það er slæmur kafli næst Kópaskeri og svo er náttúrulega það sem kom fram áðan, við erum að fara að rífa Laxárlínu. Laxárlína, þegar við fórum að stað með Hólasandsverkefni þá var ákveðið að taka niður Laxárlínu 1 sem þýðir að Laxárlína eða Laxárvirkjun tengist þá bara inn á Kópaskerslínu sem er stundum kallað jólatréð í stjórnstöðunni hjá okkur af því að hún er með mikið af T-tengingum. Hún er með T-tengingu inn á Þeistareykji og inn á Lindarhvamm og heitir ekki Sæstjarnan, nei, Silfurstjarnan og svo á Kópasker. Og ef einhver bilun verður á öllu þessu svæði þá getur virkjunni farið út. Það er ekki víst að hún lifi það af að reka Húsavík í eyjarekstri. Ég samt þekki það ekki nógu vel þetta er allavega, við þurfum að svona bæta afhendingaröryggið og erum að skoða það að taka bara skipta Kópaskerslínu upp og það er þá annarkvort gert með því að byggja tengivirki þarna á Höfröðumúla og við erum alltaf að skoða þessi tvö verkefni saman. Það er að segja hvernig tengjum við Húsavík og hvernig breytum við Kópaskerslínu og tryggjum afhendinguna frá Laxá. Annar möguleiki er hreinlega að rífa kaflann yfir Reykjaheiðina og leggja jarðstreng frá Þeistareykjum og inn á Kópasker. Þá er þessi hluti vestari hlutin, þá er það bara fæðing frá Laxá inn á Þeistareykji og svo er bara önnur fæðing þaðan inn á Kópaskerslínu og þá myndum við tengja Húsavík frá Bakka með nýju tengivirki þar. Þannig að það eru svona pælingar sem við erum að fara í. Og það er ekki komin niðurstaða en hún kemur fljótlega og þá munum við kynna það. Við munum gefa út framkvæmdaáætlun sennilega á þessu ári. Síðasta glæran er þetta bara sama og Sverrir var með þetta er smá pikla sjágur en þetta er svona það sem við sjáum þetta innan nokkur ára og við erum að flýta þessu. Við erum að gefa í að því að þetta orkuskorturinn hefði ekki orðið eins slæmur og raunbar vitni hefðu við haft þetta kerfi. Við hefðu getað byrjað að keyra mun meira afl frá þessu svæði og eitthvað annað fyrr og hefðu getað flutt bara, þetta hefði orðið mun betra það hefði ekki tapast allar þessar 500 gigawattstundir eða eitthvað sem maður hefur heyrt sem er náttúrulega gríðarlega mikil orka og jafnvel að setja línuna á milli Blöndu og Holtavörðuheiðar á dagskrá og reyna að ná henni eins sem fyrst. Þannig að þetta er svona planið. Og svo eins og Sverrir halda áfram, þetta er ekki nóg. Ef við ætlum að auka orkuframleiðsluna það sem er í grænbókinni þá þurfum við öflugra kerfi Við erum svona að skoða það og það var spurt DC-streng. DC-strengur er mjög góð lausn tæknilega ef orkukerfin verða uppfærð í þessa stærðagráðu sem hefur komið fram þá gæti verið mjög sterkt svona kerfislega að vera með jafnstraumstengingu af því að það er stýranlega eining við getum stýrt flæðinu þá línu sem er ekki hægt að gera við þessar venjulegu riðstraumslínur af því að það fer bara eftir heildarviðnáminu og bara hvernig það raðast vinnslan og notkunin en með DC þá bara stýrur spennunni á sitthvorum endanum og bara ræður hvað að fara mörg 100 megawatt hana og það með stýrur flæðinu í öllu kerfinu sem er svona en mjög dýrlaust bara við erum að tala kannski 50 milljarðar eða eitthvað slíkt þannig
Já, þetta eru 200 km rúmlega sko. Og þú veist, það er ekki jarðstreng, það er náttúrulega 2 strengir bara í staðan fyrir 3. Þannig að það er strengurinn sjálfur yrði ódýrari, en það eru hérna breytistöðarnar sem kosta sko. Og það eru náttúrulega óháðar vegalengdinni sko. En það kemur í ljós, það er bara spennandi og við þurfum svona að fara að skoða þetta fljótlega. En þetta er allavega það sem við erum með á 10 ára áætlun í dag. Ég held að þetta sé síðasta glæna sko bara. Takk fyrir. Er einhverjar spurningar á ný? Já, gjörðu svo vel. Já, nei, þú veist, DC-strengir þeir eru notaðir sem tengingar sem sæstrengir eða tengingar á milli, þú veist, þeir eru ekki notaðir sem sko einstakir leggir inn í flutningskerfi. En þú veist, það væri mögulega hægt að setja það á eitt stað á Íslandi sem er yfir hálendi sko. Þá er það þar. Já, það var verið að spyrja DC-strengi hvort að það væri lausn sem væri hægt að nota víðar í flutningskerfinu. En það er það ekki sko. Bara. Kristinn? Áspjörn. Ég er að velta fyrir mér áskoranir í sambandi við Asíustrengi, jarðstrengi. Nú þarf að skipta jarðvegartæki kringum þá. Það þarf að vera ákveðin gerðartæki. Hvaða reyns erum við að tala þarna? Er ekki einhver þullapundaregla á kilowatt? Jú, hann er að spyrja hérna strengsand í raun og veru og þú veist, Magni sem situr þarna, hann er miklu betra að svara sem ég sko. Hann er doktorinn okkar í þessum fræðum. Já, nei, það er þá bara, það er ekki hvort það heyrist í strenginu. Nei, það heyrist ekki neitt, þú voru að koma í gang. Góði. Já, komið sæl, það var spurt strengsand, sand sem er lagður með jarðstrengjum og hvort það væri, já, það væri svona eitthvað eftir stærð strengja, kílóvoltum og svoleiðis nokkuð. Sko, hlutverk strengsandsins er að leiða burt varma frá strengnum. Því það myndast varmi í strengnum þegar straumurinn rennur hann út af bara viðnáminu. Og þessi varmi þarf að komast burt. Í loftlínum þá er þetta ekkert vandamál, þá er það bara loftið sem kælir leiðarana. Og þetta þýðir það að allavega í öllum stærri strengverkefnum frá 66 kV og upp úr, og ég reikna með því að í RARIK-kerfum á 33-19 kV að þá skiptir menn jarðvega einhverju leyti, að þá er sér valinn strengsandur með ákveðið svona lágt varma viðnám, sem sagt góða leiðinni, varma leiðinni. Þannig að það er þá skipt kannski 20-30 cm, já, sem sagt þá er strengurinn lagður í eitthvað 20-30 cm þykkt lag af þessum sandi, sem er þá alla strengleiðina. Og já, það er eiginlega, og svo er bara fyllt upp með þá, já, oftast þá með efni bara af staðnum. En það getur þurft að sækja þennan strengsand langan veg. Það er ekki meiri segja kemur kannski óvart, en við lögðum streng til Vestmannaeyja frá tengivirkjunu í Rimakoti niður Landeyjasand og síðan sæstreng til Eyja fyrir nokkrum árum síðan. Og það þurft að sækja sand niður á Landeyja, til þess að setja í skurðinn á Landeyjasandi. Það var ekki hægt að nota sandinn á Landeyjasandi sem strengsand. Ég vona að þetta hafi svarað. Og er það óháð þá stærðstrengsins? Já, ég veit að minni strengir, 11 kV, eru kannski plægðir og þá er ekki kannski verið að leggja eins mikið upp úr þessum umbúnaði strengina sko. En á þessum stærri strengjum sem er að flytja miklu orku, þá verður bara það mikil hitamyndun að það er nauðsynlegt að vanda vel til sandsins. Já, takk fyrir það. Fleiri spurningar? Takk Magni. Já. Gjörðu sæl. Var það ég? Já.
Guðmundsson. Mig langar að spyrja aðeins um orkuflutninginn og orkuskortinn. Hefði, ef kerfið væri eins og draumurinn er að verða, hversu er hægt að slá á það hversu mikill þessi orkuskortur í vetur hefði verið? Rögnvaldur er að spyrja hvort að ef við hefðum verið með sterkari byggðalínu, hvað hefði orkuskorturinn orðið mikill eða lítill. Þú veist, við erum ekki búin að rekna þetta, en er Landsvirkjun eitthvað búin að skoða þetta eða? Eflaust eitthvað, já, og hérna bara, sko, Hálslón fór á yfirfall. Ég er nú ekki svo besti til að svara þessu, en og okkar fólk, þeir sérfræðingur okkar svið sem starfa við þetta, hafa nú náttúrulega lagt mat á þetta, en bara til viðmuna það fór Hálslón á yfirfall í 23. ágúst. 23. ágúst, eins og oft gerist reyndar, og var í heilan mánuð, eða rétt tæpa mánuð held ég, á yfirfalli, og Blanda fór mér að á yfirfall líka í einhverja daga, og allt var þetta orka sem að sjálf sér fór til spillis, á sama tíma og við vorum að reyna að keyra eins mikið og mögulega var hægt. Þannig að það er alveg ljóst að þetta hljópa á einhverju sem hefði skipt máli í dag þegar upp er staðið. Maður hefur alveg heyrt nefnt að þetta hafi verið bara svipuð orka og alla fiskimjölsverksmiðjurnar að nota á einu ári sem tapaðist. Maður hefur heyrt þá stærðargráðu sko. En ég vil náttúrulega ekki taka ábyrgð á þeirri tölu sko. Það er svona það sem maður hefur bara heyrt. Það er hér spurning frá Sigmundi Einari Ófekssyni. Hvernig verður tenging Blöndulínu við Rangárvelli? Verður ekki stuttur jarðstrengur þar frá Rangárvöllum um 2 kílómetrar upp að nærri Kifsá, svo ekki verði loftlína nánast í nýju íbúðahverfi sem verður skipuleggja ofan síðuhverfis. Já, ég best að hún Hlín svari þessu sem er yfirmaður undirbúningsdeildarinn okkar, hún náttúrulega sér umhverfismatið og ég vinn bara með einlínumyndir mest sko. Það er ekki gert ráð fyrir neinum streng á Blöndulínuleiðinni, ekki á 220 línu leiðinni frá Blöndu til Akureyrar og við verðum með opið hús á morgun sem að fólk getur komið og kynnt sér Hótel Kea á milli 7:30 og 9:30 en það er strengur á leiðinni milli Varmahlíðar og Mælifells. En á 220 línunni erum við búin að umhverfismeta að það er í rauninni ekki ávinningur umhverfislega séð að vera með lengt streng á leiðinni. En það er líka mjög takmarkað hvað við getum lagt í streng á þessari stóru spennu. Já, takk fyrir það. Það er ágætt að bæta því við, ef ég má, að hver einasti kílómetr sem við leggjum á 220 kV línu í jarðstreng hefur áhrif á gríðarlega marga kílómetra af 60 kV línu sem við getum lagt í jörðu og ef við hefðum sett fullnýtt strengjakvótan í rauninu svona tæknilegan strengjakvóta í Blöndulínu 3 þá hefðum við ekki getað lagt jarðstreng til Dalvíkur. Þá hefði bara Dalvíkurlína 2 orðið loftlína. Þannig að þetta er sko að því að þetta launafl í strengjunum það eykst með spennunni í öðru veldi, svo við tölum aðeins hérna smá eðlisfræði, sem þýðir að þessi óæskilu áhrif á jarðstrengjunum þau margfaldast með hækkandi spennu. Þannig að það er mesti ávinningurinn að því að leggja línur á lægri spennust í jörðum að fæla langt flesta kílómetra út úr því. Og við höfum svona svolítið, það er svona partur af umhverfis áhrifunum. Ég bæti að því að spurningi var hérna við Akureyri, er að við erum eins og Gnýr nefnir, við erum með í dag, eins og kerfið núna, þá erum við 4-7 kílómetra í boði í rauninni að leggja á 220 kerfinu. Leiðum við leggjum Dalvíkurlínu 2 í jörðu, eins og 40 km frá Akureyri til Dalvíkur, þá veru eftir 3 kílómetrar í Blöndulínu. Þannig að ávinningurinn, við erum strax í rauninni að gera ávinning með því að leggja líka Dalvíkurlínu í jörð þarna á þessum stað. Þannig að við erum ekki að bæta línu og sama tíma þegar við erum búin að leggja Blöndulínu, þá erum við að taka niður Rangárvallalínu. Þannig að við erum í rauninni að taka niður eina línu í stað og setja aðra upp og svo leggjum við streng þarna fyrir Dalvíkurlínu 2. Ljómandi inn. Takk fyrir þetta. Og þá er það verkefni Rarik, Tryggvi Ásgrímsson, gjörðu svo vel.
er sennilega þessi. Já, já. Ekki. Já, góðan daginn, Tryggvi heiti Ásgrímsson og er framkvæmdastjóri Tæknisviðs RARIK. Mér langaði að fara aðeins yfir verkefni sem er í dreifikerfinu hjá okkur á næstu árum og kannski fyrst nokkri punktar RARIK. RARIK er 75 ára þess ári og sér dreifingu raforku mest allt land ef undan eru skilin veitusvæði Orkubús Vestfjarða, Hitaveitu Suðurnesja, Orkuveitunar Norðurorku og svo hefur RARIK í rekstri 4 hitaveitur og 1 rafhitaveitur. Hjá RARIK starfa ríflega 200 manns og af þeim eru 33 á Norðurlandi og hérna eru svona myndin yfir dreifinguna á fólkinu okkar. Bláu litirnir eru starfsfólk RARIK dreifikerfisins og þeir gulu eru starfsmenn dótturfyrirtækisins Orkusönnunar og en RARIK er sem sé með 20 staði á landinu sem er þjónusta frá. Nú, viðskiptaðanir RARIK á svæðinu frá Siglufirði að Bakkafirði, við tókum svona norðausturhorn, eru tæplega 8.000 og orkudreifingin á þessu svæði var 176 gigavaststundir á síðasta ári en á landinu öllu erum við með 1220 gigavaststundir. Við erum með á þessu svæði virkjanir sem mata inn á kerfi RARIK. Það eru Árteigsvirkjanir í Útkinn, það er Köldukvíslavirkjun á Tjörnesi, Hólsvirkjun í Eyjafirði, Keranhuggavirkjun í Ólafsfirði, Tjarnavirkjun í Eyjafirði og Bjarnarfljótsvirkjun. En alls eru 42 virkjanir tengdar dreifikerfi RARIK. Og ég held bara að það sé heldur fleiri en það er hjá Landsneti. Og þetta er svona aðeins þróunina í notkunni, hún hefur bara verið nokkuð jöfn. Þetta er dreifing eftir þéttbýli og dreifbýli síðustu 5 árin. Það er svona aðeins hækkun hér fyrstu árin hafi það verið tiltölulega há hérna en það er vegna þess að vinnurafmagn upp á Þeistareykja fór þá kerfi RARIK að hluta til. Nú, RARIK hefur unnið markvisst að því að endurnýja dreifikerfið með að leggja jarðstrengi í stað loftlínukerfisins og nú erum við komið 72% af dreifikerfinu í jörð. Alls er stofn- og dreifikerfi RARIK 9.500 kilometrar en það eru 9.000 kilometrar til Tókjó í Japan stystu leið, þannig að þetta er alltaf langt. Og þar af eru komin 6.850 í jörð núna síðustu áramót en við eigum eftir svona eins og tvöfaldan hringveginn eða 2.650 kilometra sem við þurfum að koma í jörð. Nú stefnt er að því öll bíl í ábúð hafi aðgang að 3 fasa rafmagni 2030 og allir viðskiptavinir sem þess óska getur fengið afhent 3 fasa rafmagn 2035. Kannski er ekki mjög skýr þessi mynd en í stuttumáli þá eru bláu liturinn jarðstrengir og sá rauði eða appelsínuguli hvernig það nú eru loftlínur. Og það kannski sést vel að orkusveitusvæði RARIK er býsna víð land. Þetta er hérna upp í Kerlingu og Hveravelli og lagt fyrir hvað 2-3 árum og hér erum við svo aftur komin inn á Hörðubæðarháls með Eldgjá. Nú, fjárfestingaráætlun RARIK fyrir árið í ár hljóðar upp á 6,5 milljarða, þar að fara 5,3 í raforkudreifikerfið en 340 milljónir í hitaveitu. Og við ætlum að endurnýja afdustöðum og stoppkerfi fyrir 1,4 milljarð og 2,8 milljarð að fara í dreifikerfi sveitunum og 660 milljónir í innabækerfin, mæta álagsökningu og nýbyggingum. Síðan erum við í þessari svokallari snjallmælavæðingu sem heyri svolítið núna. Við erum enda búin að vera í því, það vil fjórðungur á mælunum okkar eru mælar sem mæla og við gerum raunreikninga mánaðarlega en ekki ársáætlun eins og var hérna fyrir nokkrum árum. Við höfum sett okkur það mark að klára mælaskiptin á næstu 5 árum en eins og staðan í dag gæti það nú eitthvað dregist því að það hefur
reynst í framhaldi af COVID mjög erfitt að fá ákveðnar íhlut í mæla, þannig að við vitum ekki alveg hvað það endar. En kannski það sem við höfum, að því að var nú að tala um veðuráhrifum áðan, þá höfum við verið, eins og ég sagði áðan, við höfum verið síðasta aldarfjórðunginn að leggja jarðstrengi og síðast ári lögðum við 360 kilometra og munum leggja svipað í ár og á síðast ári voru 94 kilometrar hér á Norðurlandi eystra. Nú, helstu framkvæmdir hér á Norðurlandi eystra á þessu ári er að það verður hafin bygging nýrri afstöðar á Kópaskeri nú á vordögum. Við ætlum að stækka spennin við Silfurstjörnuna því það er álagsaukning. Við erum að setja upp nýtt stjórnkerfi og varavél fyrir Hitaveituna og Siglufirði og síðan ætlum við að skipta rofa í afstöðun á Dalvík. Við ætlum að leggja 12 km jarðstreng í Ólafsfirði og þá held ég að jarðstrengirnir verði búnir þar. Við erum að leggja 25 km inn í Reykjadal og síðan verða lagðir 4 km í Bárðardal í tengslu við Eyjadalsárvirkjun. Og ef við horfum á fjárfestingar næstu ára, þá reiknum við með að fyrir 25 þá verði búið að leggja strengin í Laxárdal í jörð, það verði búið að leggja 3 fasa kerfi fram að Mýri í Bárðardal. Það er svolítið eftir að línu með Kelduhverfi sem við þurfum að hreinsa upp. Við byrjum í Þistilfirðinum á tímabilinu og förum að Laxárdal og eins förum við frá Þórshöfn út að Ytralóni og Hjalteyjarlína fyrir norðan Fagraskóg fer líka í jörð á næsta ári. Hitt er svona, dreifist á tímabili 23-25. Síðan eigum við eftir að endurbyggja afiturstöðin í Lindabrekku og Þórshöfn á þessu tímabili og síðan auðvitað áframhaldandi endurnýjun og viðbætur í innabæjarkerfum vegna álagsaukningar. Þetta var nú svona það helsta sem ég ætla að fara yfir með okkur. Mér langaði þó að taka boltan aðeins aftur af því að Sverrir var að vísa svona kannski kastunum á mig varðandi Þórshöfn. Það er alveg rétt að fyrir 20 og eitthvað árum var lagður jarðstrengur frá Þórshöfn eða réttar að frá Kópaskeri Bróaland fyrir svona Þórshöfn, 33 kV strengur. En ég held að hann hafi nú verið valinn að sumuleyti með tillitið þess að ef við hefðum farið í streng sem hefði til dæmis geta borið 30 megawatt, þá hefði það ekki skilað neinu því að 60 kV lína frá Laxá í Kópasker hefði ekki flutt mikið meira. Þannig að, og svo minn ég nú að þetta á umræðanum N-1 kerfi og norðausturhornið þarf auðvitað sérstakra umhugsunar við frá Vopnafirði og til Kópaskers ef við horfum í þá áttina. En takk okkur fyrir. Þetta var því. Já, hafið þið spurningar, Antonum? Já, hérna þú gjör svo. Nú er eitthvað það að það er spenna hérna á Húsavík með deltatengingu eða tvífasakerfi. Er það ekkert á stefnuskránni að skipta þeim út, þeim spennum? Jú, það hefur verið unnið að því og verður ábyggilega bæði ára og næstu árum. Það er svona... Ekkert svona núna á árunni eða? Jú, Já, þú átt að koma hérna. Þetta er ekki alveg svona einfalt. Já, komið sæl, Sigurðan heiti ég, vinn hjá Rarik. Jú, við ætlum bara að halda áfram að spennuhækka í notandakerfinu. Það var gert svolítið í fyrra, þá var verið að vinna í Garðarsbrautinni og fyrirtækja nú þar. Þannig að við munum bara halda áfram. Ég nefni ekki götunúmer eða nákvæmlega hvað við ætlum að gera, það er ekki búið að ganga frá því, en það er stefnan. Takk fyrir það. Guðmundur? Já, takk fyrir. Eins og ég kom hérna að áðan, þá ræddum við aðeins þessi línumál til Þórshafnar innan Atvinnuþróunarfélagsins og það kom mér nú svona aðeins á óvart að Landsnetslínan nær bara til Kópaskers. Ég hafði eiginlega ekki hugsað út í þennan möguleika og það er nú gaman að ná eitthvað saman hér bæði í Landsneti og Rarik, það er nú einhvern veginn komið sínu á framfæri. Og spurningin
frá Þeistareykjum eða Kröflu niður í þá Finnafjörð sem að mennum þykir vera heitt iðnaðarsvæði til framtíðar og taka T-tengingu á Vopnafjörð og Þórshöfn. Hafa menn skoðað þennan möguleika? Takk fyrir. Ég get nú kannski ekki alveg. Já, hann spurði mögulega línu frá Þeistareykjum og, ég var að segja Finnafjörð og T-tengingu þar til Þórshafnar. Já. Leyfa Sverre að koma að stað, svo skal ég leiðrétta hann. Mjög gott. Ég held ég haldi það bara mikrofónu hjá mér. Sko það er auðvitað alveg ljóst, sko það sem þú ert að benda á það að Þeistareykjavirkjun og bakkið opnar á fullt af nýjum möguleikum. Það er alveg klart mál, þannig að ef maður horfir bara á mynd fyrir 2015 eða eitthvað svoleiðis af Norðurlandi eystra, að þá har hún miklu einfaldara heldur en hún er í dag. Þannig að við erum með Kröflu og Þeistareyki og rauninni mátum hérna fyrir einhverjum árum síðan einmitt möguleikana að nýta Þeistareyki til þess að fara þá til dæmis til Kópaskers eða sem er okkar afhendingarstaður eða í einhverju samhengi þegar svipuð fyrirspurn kom einmitt tengslu við Þórshöfn. Og sko þetta er alltaf svona spurningum hvað eru góðar lausnir tæknilega og svo hvað mega þær kosta sko. Og ég myndi segja að svona stóra máli hérna þetta eru mjög langa leiðir og það er áskorun á báðum atriðum og það er eins og Tryggvi nefndi áðan að við erum hreinlega bara getur erfitt að reka spennuna þokkalegum gæðum svona langa leiðir og þetta er þetta mjög dýrt en það verður að finnast einhver lausn á þessu ef þetta á að byggjast upp til framtíðar og bara svona nefni einhverjar hugmyndir, það er auðvitað augljóst að fara frá Kópaskeri einhvern veginn til Þórshafnar eins og Rarik gerði á sínum tíma. Menn hafa líka skoðað möguleikann að fara frá Vopnafirði í rauninni til Þórshafnar og eins frá Þeistareykjum. Og kannski kostur við Þeistareykjaleiðina ef það er einhver kostur þarna fram yfir annan, það er kannski helst að Þeistareyki er miklu sterkari staður. Nú er tala sterkari í samhenginu raforku tilliti. Þannig að það klárlega hefur ákveðna kosti en þetta er allt langar og dýrar leiðir og flóknar í rekstri. Það er bara, annars væru við örugglega bara með frábæra lausn á glærunum fyrir bara akkurat núna sko. En aftur ég ítrykka samt að kostinni þeim fjölgaði núna með tilkomu Þeistareykja þannig að það er opnað á einhverjum möguleika. Takk fyrir það. Já, ég ætla að bæta aðeins við, stinnaði mikrofónum, en það er til dæmis að það hefur verið rætt að minnsta kosti yfir kaffibolla, hvort ekki ætti að taka núna línuna sem er núna á 130 km frá Kröflu og austur og gera bara stikka á hann ekstra á Möðrudal, fara niður á Þórshöfn, það niður á Vopnafjörð og tilbaka aftur, því það vantar tengingu nr. 2 á Vopnafjörð, það væri hægt að nota þá strengin tilbaka frá Þórshöfn og yfir á Kópasker. Þannig að það er fullt af möguleikum í þessu. En við megum ekki endalaust vera að velta okkur upp úr því. Ég minna á að það liggur við að Húsavíkurlínan fara að verða friðuð, þú er svo gömul. Nei, hún er nú bara frá 47. Það er komið. Takk fyrir þetta. Takk. Þá er síðasti maður á dagskrá, það er Daníel Einarsson, hann ætlar að tala hér notkun jarðvarma til aukina fóður og áburðarframleiðslu úr innlendu hráefni. Við ætlum aðeins að fara hérna meira á heimaslóð. Daníel, gjörðu svo vel. Takk. Já, við hjá Eflu erum undanfarna mánuði búin að skoða hvaða möguleika það eru hérna í Þingeyjarsveit til þess að bæta eða auka virði afurðana sem eru hérna í sveitinni og þá hvernig er hægt að nýta þann jarðvarma sem er á svæðinu til þess að vinna meiri virði úr því sem er. Því miður eru Þingeyjarsýslur ekkert mikið kornræktarland en það eru snillingar þegar að rækta gras og það er þar sem við erum búin að fara með okkar vinnu er það að skoða fýsileikann á því að þurrka gras í miklum mæli með því að nota glatvarma sem er framleiðtur hérna í Húsavík þar sem það tekið 120 gráðu heitt vatn frá Hveravöllum og það er ósköp einfaldlega bara kælt niður í 80 gráður og það hefur verið reynt að framleiða raforku úr þessu vatni en það hefur bara ekki gengið eitthvað sem hefur klikkað þannig að við erum búin að skoða möguleikann að nota þetta vatn til þess að þurrka ýmsar afurðir hérna úr sveitinni og
og til þess að bæta þá í raun og veru fóðuröryggi sveitafélagsins og líka og bændana og svo landið í heild sinni. Og já, og nú stend ég eiginlega hálf tómur þar sem að ég hef vel búin að koma öllu frá mér. Já, og það sem við erum búin að skoða er það allur fóðurinnflutningur sem á sig til á landinu kemur raun og veru erlendis frá. Það er lítil sem engin fóðurframleiðsla hérna á Íslandi. Það eru nokkri bændur sem að framleiða sitt eigið fóður en það er mjög miklu mæli. Og þegar hort er til kolefnissporsins við til dæmis innflutning á byggi, þá er kolefnissporið á því er töluvert þegar hort á hvert kolefnissporið við framleiðslan á því til dæmis í Úkraínu eða í Rússlandi og svo flutningur á því hérna með sjóleiðina til Íslands. Það getur verið svo möguleiki ef menn geta rækta grasi í ákveðnum gæðum að þá er hægt að búa til góða fóðurkagla úr því og þar af leiðandi er hægt að minnka kolefnisspor þjóðarinnar og svæðisins og landbúnaðar í heild sinni með kannski ekki með hágæða fóðurköglum en samt er hægt að tryggja fóður öryggi bændana og svo hefur við líka búin að skoða þann möguleika að nýta þannig glatvarma þegar við erum komin út fyrir grastímabilið að það er gríðarleg matarsóun í samfélaginu. Stundum standa heila staðirnar í Reykjavík, til dæmis á fyrirtækjum eins og Mata sem að fara ekki neitt og þar af til dæmis tómatum eða einhverjum hrettkum. Það mætti skoða það hvort að sé eitthvað álíka hérna, þar sem er hægt að þurrka þetta og nota þetta í innlent fóður eða jafnvel áburðarframleiðslu að einhverju leyti og það er rauninu fyrstu skrefin hefði verið að koma upp einhverju góðri þurrkaðstöðu, byrja að heyja þau tún sem eru til staðar. Það er nógu mikið til að þeim, þeim er ekki sinnt og þá svo næstu skref væri í raun og veru að fara út í það að skoða kynbætingu á grasyrkjum til þess að auka afköst jarðarinnar og þó svo er hægt að vinna meiri gæði úr þessu grasi og jafnvel líka verðmætari afurðir svo sem próteinsafa úr grasi. Og það væri þá næsta skref og já, Pétur, ég bara og allt snöggur. Já, og kannski já, það er kannski best að fá einhverjar spurningar ef einhver er með. Já, vil ég spyrja Daniel? Já. Já, ég ætla að fara þess hvort að eitthvað fóður, eða að skoða þetta í samvinnu við þarvinnsluna sem er á því bæinn, það mikið fóður efni. Með? Þarvinnslunni sem er að skoða fóður. Já, það verið að spyrja hvort það er búið að skoða þetta í sambandi við þaravinnsluna sem hefur verið að athuga hvort að komi hérna. Já, einhver samvinnu. Já. Það er búið að skoða mögulegan á því að þurrka þara. Það er ekki búið að ræða við þá en það er greinilega það er möguleiki á því að taka allan lífmassa sem að fellur frá í framleiðslunni sem að kannski nýtist okkur ekki beint en væri hægt að nota til þess að bæta fóðurframleiðsluna. Og það getur svo sem líka verið til dæmis eitthvað sem fellur frá hveravöllum í tómatagræðslu. Það má skoða allt. Fleiri? Jóhann, handbærektandi, gjörðu svo vel. Já. Hafið þið eitthvað skoðað samhengi með þessum jarðvarmavirkjunum framleiðslu á þörungum og nýta koltvísýringsútblásturinn frá þessum virkjunum? Ég veit að það er verið að skoða hjá Eflu. Það er ekki hluti af þessu verkefni í byrjun, en það er klárlega vaxtarsproti verkefni sem slíkur var. Það er líka verið að skoða samstarf við nýsköpun sem er í örþörungaræktun og
það sem að Daniel hefur aðalega verið að vinna í svo í grípjánubolta, það er í rauninni að hvar á að byrja þetta ferli og þá sem það er, jú það er, menn er rækta gras, þeir kunna að vinna það og er þetta að byrja þar og síðan getur það þróast í allar mögulegar áttir og þannig að það er það sem þessi skýrsla sem hann er að gera, hún er að koma út núna næstu dag og við munum þá auðvitað halda eitthvað áfram í því. Já. Eitthvað fleira sem þið viljið spyrjum? Haukur, ætlaðu ekki að segja neitt? Ekki nei? Já, jú, ég get það margt. Já. Já. En svo ekki eitthvað er ég að bæta, sko. Koma niður kannski, eða? Já, komdu niður. Það tekur þú að hafa daginn? Já. En þetta er sem sagt það sem við höfum verið að vinna, þetta er í rauninni samantekt sem að Sveinn Margeirsson tók saman fyrir Búnaðarsamband Þingeyinga fyrir nokkrum árum síðan og fékk yfirskriftina Auðlindagarður Þingeyinga og það er verið að ydda það svona inn á framkvæmanlegar aðgerðir og Haukur er formaður Búnaðarsambandsins, þannig að nú ætlar hann að segja ykkur eitthvað meira þetta. Takk fyrir það. Hvað er glærukynning? Mér var sagt að það er ekki með neina glærur, þannig að það er kannski ástæð fyrir þetta fór svona rosalega hratt. Ég skil þig. Ég er svo sem er ekki með neitt undirbúið, sko. Nema, þetta er náttúrulega búin að vera lengi hugmynd að framleiða fóður til þess að bæta fæðuöryggi þjóðarinnar. Við erum náttúrulega háð innflutningi á fóðri alveg gríðarlega og kjarnfóðri, framleiðum okkar eigið gróffóður. Þannig að við getum séð það sko mest selda kjöt í landinu er á kjúklingum og svínum og þetta er 99% fóðra á innfluttu fóðri. Það sem við höfum náttúrulega hér er gríðarlegt magn af orku, eins og Daniel hefur komið inn á, en það sem við hefur verið vandræðum með það er kornrækt, það sem að kornræktin gefur svo mikið meiri orku per kíló þurrefni heldur en hey. En það sem við höfum hér, það er orkan. Við höfum hektarana, við höfum landsvæði til að framleiða grasið og svo höfum við bændur sem allir eiga bæði tæki og tól og gríðarlega þekkingu í að framleiða hágæða gras. Og þetta er mikil vöxtur úti í öllum landbúnaði, það er að minnka notkun á innfluttu soja, hveiti og maís sem er flutt heimshornan á milli til að fóðra einhver dýr til að búa til matvæli. Það er alltaf verið að aukast og aukast hvað get ég gert við hektaran minn við hliðina til þess að minnka kolefnisspori. Og það eru gríðarlega stór verkefni til dæmis út í Danmörku sem við lítum svona klárlega á sem næsta fasa þessa verkefnis að það er að vinna próteinsafa úr grasi í staðan þess að flytja prótein inn með soja í svínin. Þá tekið gras sem að svín eru einmagadýr og geta almennt ekki notað sér grasið sem fæðu af því það er svo mikið tréni, en ef þú tekur grasið og pressar það, sem er gríðarlega orkufrekt ferli, þá ertu komið með próteinsafa sem getur nýtt í fóðrið fyrir svín og fugla. Og þetta eru bara Danir nánast bara að henda peningum í núna, því þeir eru búnir að reikna hvað er sparast ofboðslega umhverfisáhrifum, en vandamáli er bara hvernig gera þetta arðbært, að framleiða gras til í raunverulega fóðurframleiðslu í einmagadýr eins og svín og kjúklinga, í staðan fyrir að flytja þetta allt. Í staðan fyrir að riðja einhver regnskóg í Suður Ameríku og flytja inn í sojað. Sjáuð það. Þannig að við erum svolítið að nálgast þetta svona í einfeldni sinni hér. Það er að nota tækin og þekkingun sem eru til, landið sem er til, orkunum sem er til, framleiða þetta fóður. Þetta er ekkert ný hugmynd og margir hérna þekkja nú gömlu graskögglaverksmiðjurnar sem voru víða land. Það er náttúrulega bara í grunninn það og við getum framleitt fóður sem að stenst ekki kannski í sömu kröfur og innflutta kornmetið, hveiti og maís og þetta, en ef að kostnaður er umtalsvert lægri, þá eykst svo mikið þurrefnisátt griphana þegar þú kögglar það. Og þá eykur vöxt á nautum, meiri kjötframleiðsla, eykur mjólkurframleiðslu og allt. Ef þú tekur eina rúllu og gefur hana, en ef þú kögglar hana, þá getur þú komið 1,2 rúllum í gegnum kúna á sama tíma, ef þú kögglar hana. Þannig að þetta er svona sem við erum að horfa á, þessi fóðurframleiðsla á svona grundvallar blöndu í rauninni. Þú vonaði að skilja eitthvað hvað ég er að fara, ég er bara... Hérna kannski svo komið inn á þetta grasprótein, klára það, þá er til þess að það er hægt, þá núna er verið að heyja styrkabát 7 tónnum kíló þurrefni á hektaran. Til þess að þetta er arðbært í Danmörku þá þarf að heyja það bil 15 tonn.
kíló þurrefni á hektaran og ef við ætlum að fara þangað og þá getum við líka byrjað að gefa þessu, nýtt grasið í einmaðadýr, þá þarf að eiga sér einhvers konar fjárfesting í sérhæfingu landbúnaðarins og líka í þróunum á þessum ákveðnum yrkjum sem það verið að skoða. Já. Ok, takk fyrir þetta. Þá dagskráin tæmd og við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna. Ég vona að þið séu einhvers vísari og við munum örugglega efna til samskonar samkomu fljótlega og hlökkum bara til að sjá ykkur aftur þá. Takk fyrir.